Já, góðan daginn, þið eru að hlusta á tvolóðana hérna. Ég heiti Óskar Hansson og á móti mér situr Kristbergur og Ómar Steinarsson. Já, góða daginn, góða kvöldið eða síðdegi. Nákvæmlega. Við erum myndið sem Óskar sagði, við erum 2 loðnir og Erum í boði hérna Ísland-Pólland.is. ég hef heyrt það. Já. Ég hef heyrt það. Eitthvað með kofa. Kofa? Já. Já. Fucking eins. Þeir eru með margt annað líka, með flottar vörur, til dæmis Pappahús. Pappahús, það er, ég náttúrulega ástfangin að ég var að skoða bara daginn. Já. Bara var að skoða myndir af pappahúsinu og ég væri til í bara svona stærra. Þetta var ekki ekki, sko. Já. Sér náttúrulega styrtunar og hvað sem er, sko. Já, það er bara, þetta er æðislegt. Já. Þetta er æðislegt. Hérna, Óskar, Já. við eigum að halda áfram með þetta. Já, já. Hvernig var vikaðinn? Herru, ég tók slæma ákvörðun á það. Nú? Já. Ég ákvað að fá mér hérna twister á KFC. Bara nú náðan? Já. Já. Og ég komst að því að það er komin svona McDonald's skjáir á KFC. Þannig að getur bara að fara inn og blúb, 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 valið eitthvað. Já. Vissir þú að það væri til 3 stærðir af twister? Já. Já. Ég fekk mér stæðsta twisterinn. Var það 4 bitar í twisternum ekki, já? Ég er bara að deyja, sko. Þú voru að deyja? Ég er bara tróðu fullur í malakút. Já. Já. Það er aldeilis. Og ég viltu vita meira, bara á ég að fara að renna í gegnum þetta? Já, vikuna þína, við byrjum þar, sko. Já. Þú byrjar byrjar bara með helgina. Hvað gerður síðustu helgi? Herru, ég var í útskriftarveislu. Já, frængu minni. Hún var að útskrifa sem dögt, sem doktor? Já. Og hvernig doktor? hún er ekki alveg búin að, hún þarf að fara í eitthvað aðeins meira nám, held ég. Já, hún er núna held ég svona heimilislæknir, svona alhliða doktor. Já. Og hún, kann hitt og þetta. eins og þá langar henni að svona stefna á heimilislækni bara. Já, ok, svona meira. Betri vinnutími og alls konar svoleiðis dæmi. Já. Verið ekki fastur upp á spítala allavega og svona, hún er ekki alveg að fíla það eins og sko. Já. Og ég var skilin að vel, ég horfði smá að Grey's Anatomy og ég var ekki til að vera upp á spítala allan daginn, sko. Það er bara klikkun. Já, ég myndi ekki geta verið læknir, sko. Nei. Bara að leggja í þessi blóð, þá bara segi ég bara góða nótt, sko. Já, það. Já, ég er svolítið svona, veimiltíta, nei, ég veit ekki hvað maður segir. Veimiltíta, já. Ok, og hvað gerður þú svo? Það á að vera að tilkynna besta kaffið. Það loksins komið gott kaffi. Það komið Kiss kaffi. Yey! Og muni kaupa, ég held ekki því að þetta er ekki svona Dolce Gusto kaffi, sko. En það eru komnar Kiss kaffibönir. Kiss kaffibönir. Þannig það hlýtur bara því að þetta sé besta kaffið. Nei. Já, hver veit. Þetta er búið eitthvað ógeðslega ódýrt kaffi, bara eitthvað AliExpress kaffibönir. Örugglega, sko. Í Kiss umbúðum. Er þetta, sko, Kiss er eina hljómsveitin sem er að markaðsetja sig á allt. Já, mér finnst það svolítið fyndið. Það var einhver tónlistarmaður frægur sem að sagði þetta, að meðan flestar hljómsveitir langar að vera Beatlarnir, þá langaði Kiss einn alltaf bara að vera Coca-Cola. Já. Sem finnst ekki góð myndlíking. Já, það er hárrétt af því að það er til Kiss þetta, það er til Kiss þetta, svo er til Kiss Army, bara, það er bara svona fylking af fólki sem elskar Kiss. Já. Kiss leikföng, dúkkur og alls konar. Já, þeir eru með þetta we get you when you're coming and we get you when you're going, sem þýðir að þeir eru til og með, þeir eru að selja smoka og þeir eru að selja líkistur. Já. Og bara hint, ef ég degi einhvern tíma, þá væri ég til í að vera grafinn þannig. Í kistu. Það væri svolítið töff, sko. Það væri rosalega töff. Þá alltaf myndi ég vita að ég veit ekki hvernig eftirlífið er, en ef ég bara veit að mitt lík er grafið í kistu, þá er ég góður, sko. Myndir þú virkilega, Óskar, að fara bara, þú gætir ekki, sko, þú gætir ekkert monta þig yfir kistunni þinni. Nei. Þú ert dauður. Já. Þú ert ekki að fara bara, þú ert ekki að fara neitt. Bara segjum að draugar eru til eða eitthvað, myndi ég svona koma til eitthvað bara að honta ykkur svona, svo vissu þið hvernig ég er grafinn? Sko, ef þú hefur hort á Most Haunted eða einhverja svona haunted þætti, þá eru draugarnir ekkert að segja frá talda casual samtali. Nei, eiginlega ekki. En
En já, gerður eitthvað fleira? Ég uppgötaði magnað. Ertu búin að sjá þessa gauðra? Þeir heita Khabib Hasbullah og vinur hans heitir Abdul Rasik. Ertu búin að sjá þetta? Þetta er rosalegt. Ertu búin að sjá TikTok eitthvað, þetta er svona lítill sætu krakki sem er eitthvað að horfa ekki sexy á hamburgara, svo kemur hann eitthvað leiftur og sem er bara burger. Jú, þetta litli gæinn. Já, þetta er ekki, þetta er sína 17 ára gamall Ég strákur. veit það, þetta er bara genagalli á þeim, sko. Já, og svo er vinur hans sem heit eitthvað 18 ára. Já, eru þeir ekki að fara að slást? Jú, þeir eru að fara að slást í UFC. Já. Og ég get ekki beðið, mér finnst þetta er bara búið að breyta lífið mínu. Þeir eru bara pingu litlir, þeir eru bara eins og bara 4-5 ára eitthvað 5 ára krakkar, hafa ekki stækkað síðan. Ég held að þetta væri bara lítið börn, sko. Já, ég held það líka, ég var bara hvað er þetta, svo er hann eitthvað peninga og kasta þeim eitthvað og svoleiðis, en þetta er bara þessi mætti verið í boltalandi bara endalaust. Alltaf. Og bara tínast þar. Já, ég er ekkert að vera í boltaland með lítandi svona út. Nei. Það kæmi svo það kæmi svolítið illa út. Já. En mér þætti það pínu gaman að sjá það. Já, ég er ekki að fara það kæmi svo fyrir ekki má ég fara í boltalandinu. Má ég aðeins leika mér hérna. Og kasta þessum boltum. Langt síðan síðast. En mér finnst það bara svo klikað, sko. Þeir eru dvergar, sko. Já. En það er einhver svona svona dverga sjúkdómur. Já. Þannig í staðin fyrir, maður hefur séð dverga, þú veist, þetta er eiginlega bara lítið fólk. Já. En þeir bara líta ennþá út bara eins og ég sagði, 4-5 ára. Já. Og mér finnst þetta svo gaman, sko. Þessi Khabib, hann er alltaf að flauta bara og eitthvað. Já. Og tekur peninga og eitthvað. Já. Ég get ekki, ég bara dyrka það, Þú sko. ert bara alveg elskar þá greinilega. Já. Það fylgja þeim á TikTok. Ég er svo umulegur á samfélagsmiðlum, ég noti ekki TikTok. Ég bara upplóta fyrir okkur og svo búið. Er það að segja satt? Ég er að segja dagsatt, sko. Sko, ég er rosa duglegur að nota TikTok. Já. Og mér finnst það gaman að fylgjast með fólki og þannig, og þetta er bara, ég er háður þessu miðli, bara má vel að segja. Þetta er gaman, eða þú veist, já. Já, þetta er ótrúlega skemmtilegt og maður fara að sjá fullt af nýju stöffi og þannig. Já, það er bara endlaust rönn á þessu og maður sér alltaf eitthvað nýtt. Þetta er bara svo allt, þetta er max 3 mínútur hana. Já. Og alltaf að sjá eitthvað nýtt og þoli ekki fólk sem er að velja kannski 1 mínútu, gerir svona 1 jafnvel stittra svona, I'm gonna tell you a story part 2 please check on part 2 og svo þarf maður að fara að opna það, skrolla lengst niður til að finna myndbandi sem þú varst að horfa til að sjá part 2. Já, mitt. Hvað getur ekki bara verið bara Við náttúrulega áttum þetta vandamáli á tímubili en síðan komum við með þetta fínu update með 3 mínútur. Já. Algjör snilt. En gerði þetta eitthvað meira? Eða var bara Hasib Babúska Ég fylgdist með þeim mikið í vikunni og síðan var ég á hlaupahjólinu mínu. Já. Og ég fór bara að gráta. Af hverju? Ég fann að komast að því að bara alltaf þegar ég fer á hlaupahjólið þá fer ég bara að gráta. Já, vindurinn eða? Já, bara svo mikið kaldur vindur í andlitið að... Já, þú getur verið með gleru og þá ertu bara búin að leysa það vandamál, sko. Já, mér finnst bara svo gaman einhvern veginn að síðan stoppa ég einhver staðar á gatnamótum og einhver kemur út í bílnum og bara, ég er alltaf læg. Og ég bara, já, þetta er bara vindurinn, sko. Þú ert ekkert að lendi í því? Nei, ekki en þá, en ég meina, ég gæti lendi í. Já, þetta er bara að gera þetta út af aðtiklinni. Já, bara, þú veist, þetta er svo fara á djammi, bara er alltaf læg, sko minn, já, það er bara alltaf læg. Já, þetta er bara vindurinn. Takk fyrir tjekkamar. Já, takk. En svo komist ég að því að ég er útkverf á plebbi. Útkverfa plebbi? Já. Útskýrið betur. Sem sagt, þetta var eitthvað mím sem ég sá. Já. Og þetta var myndir af einhverju logo með eitthvað Costco og IKEA og tungusófi, U-sófi eitthvað. Já. Dolce Gusto og það var bara einhvern veginn allt sem að var á þessar mynd lýsti mér. Já. Og þannig að þú ert útkverfa plebbi. Samkvæmt þessari mynd, sko. Bara ég fer átt í Costco, ég fer átt í IKEA og var að fá mér nýjan sófa, skilur. Já, ég fer mér finnst ógeðlega gaman fyrir Costco. Mér finnst bara, sko, það er svona ákveð skemmtanagildi hjá mér að fara í Costco. Já, maður sér alltaf eitthvað nýtt einhvern veginn. Já, en hins vegar er ég ekkert mikið að versla þarna. Nei, ég bara fer
fer þarna með tengdafórlum mínum þegar þau eru að versla eitthvað og bara, ég er bara farið til að sjá. Já, Ég kaupi mér ekki neitt. já, ok. Já. Ég nefnilega, ég og Helgi erum með svolítið plan út að þú og Gunnar eru náttúrulega bara 2 ennþá. Það er að við verslum svolítið smart, sko. Við sem að förum að inn, kaupum hana risastóra hakkið Já. og tökum svo, förum að kaupum geð mikið af kjúklingabringum, ég man ekki 10-20 í svona baka Já. og svo kannski kaupa ávexti og reynum að fara fram hjá namminu og snakkinu Já. þegar þú getur keypt sko popcorns kassa sem að endist bara í halvt ár. Já. Það er svolítið dengirur sko. Dangerous. Já. Og svo komum við heim og við skömmtum þessu í svona hellinga af svona ziplock pókum, hendum í fristi, svo erum við bara með mat bara gett lengi og fyrir bara í bónus inn í sínu mánuði eða eitthvað. Já. Það er lifehack í Costco sem að ég mæli með að fólk pröfi. En er hakkið ódýrara í Costco? Er þetta sérðarlega mun? Sko þetta var allan ódýrar þarna fyrst. Já. Ég held að þetta sé alveg búið að hækka í venjulegt verð núna, held ég. En kosturinn er að maður á svo mikið af öllu. En þú getur alveg farið í bónus og keypt mikið. Og Já. getur alveg keypt bara 5 kíló hakkið og þá er þetta allt í mismundi pakningum. Já, það er svona rétt sko. Þannig að sko vinnan sem þú ert að leggja í að setja allt í ziplock póka. 2 kjúklingabringur í hvert póka. Já, ok, þetta er 10, þetta eru 5 pókar sem voru Já. og svo leiðis. Sko, ok, þú gætir alveg farið örugglega í bónus ef það er ódýrara, Já, keypt alveg jafn mikið magn. svo sem. Þannig að einu svo þetta að skoða, þetta að kíkja núna er kílóverðið. Já, Óskar, hvað kostar kílóið? maður þurfti að fara að spá í þessu. Já. Það er náttúrulega Costco-grúpan, þau var að bara fara í þetta núna. Já, Bara aðtuga hvort að þetta sé bara orðið jafn dýrt og alls annars það staðar. er held ég til einhver síða til að sem er með verðvakt. En ég bara manna ekki. Nei, En vikan mín, Óskar, já hvernig, ég er búin að renna niður listan. þú ert búin að renna niður lista. Hvernig var vikan þín? Vikan mín er bara, ég er búin að renna það voru veikur. Ég er að ná loksus að jafna mig í dag. Já, alveg rétt. Þú varst búin að vera svolítið slappur. Já. Ég sko, síðustu þáttur var bara ónýtur hjá mér. Þú stóðst þig allan eins og hetja. Takk fyrir það. Já. Og ég fór í COVID-test á mánudaginn bara til að double checka því þetta var ekki eðlilegt. Nei, þú varst svo veikur svo lengi, er Já, ekki? ég googlaði þetta og bara side effects of Pfizer og ég var bara, það var engin að lenda í sama bob og ég. Nei. Þannig ég fyrir COVID-test og hérna sem var neikvætt. Ok, það er gott. En ég hringdi samt, bróður minn hringdi síðan í mig og ég spjallaði hann og hann bara, já, ég var alveg með kvef alveg í 2 vikur eða eitthvað, ég bara guðsynlega ég er ekki einn. Það er svo gott ef einhver annar er að lenda í svipið. Já, þannig að þá veistu maður, það er ekkert að hins vegar er ég ekki með ofurkraft. Nei, þú varst ekkert stór og sterkur. Nei, Þú bara ert það, skýrur. já. Ég er ekkert ég er samt ekkert búin að prófa neitt, ég er ekki búin að prófa að lyfta bílnum mínum eða eitthvað svona. Nei. En ég er samt komin með smá side effect Jæja. af bólefnunum, sko, held það sé. Ok. Þú veist, konur fá svona óléttu hár, svona hérna í hárlínu, svona lítil, svona barnahár. Já. Hárlína mín er að koma aftur. Já. Ég er að fá hár, hérna fremst, svona pingulítil barnahár, hérna fremst í hárið mitt. Það er svolítið nett, sko. Þannig að ég er að greinilega að fá hárið mitt tilbaka. Já, það er vel gert, þá þarf ekki að ágjöra því og það náttúrulega allir vera sköllóttir. Já, það er bara, ekkit allir. Nei. En annars var þetta fyrir ekki að ég sé alltaf sjú upp í nefið, ég er ennþá smá kvef, Smá sniff. smá sniff sniff og hefðu en það var bara það sem ég gerði. Já. Og svo er ég náttúrulega að vinna í leyndamálunum mínu. Já, Það gekk bara mjög vel. það er gott. Mér hlakka til að nákvæmlega, já, ég get ekki beðið. nei. En ertu tilbúin, Óskar? Ég er allan að, ég ætla bara, ég feina að þú fórst ekki að fá neinn reisvandamál. Ég er ekki búin að vera með svoleiðis. Er það eitt af vandamálum? Það er ákveðið vandamál myndi ég segja, sko. Það er vandamál, já. Já. Við vitum það. En síðan bara eldsnögt. Það var náttúrulega bara að skila kveðja á Birki Beck sem er bara, Já,
Hann er bara frábær. Hann er frábær og er bara mjög skemmtilegur. Já. Mælið með endilega að hann er á Snapchat. Hann er á Snapchatinu, Já. Diggur aðdáðandi. Og bara æðislegt. Hann er æðislegur. Hann er hrukalegur. Hann er hrikalegur. Já. Herri, Ég er tilbúin. Ég er tilbúin. Margar ákvarðanir geta verið erfiðar, en þær geta einnig verið auðveldar. En hvernig getum við gert erfiðar ákvarðanir auðveldari? Hvernig getum við komist hjá því að ákveða? Er einhver sem ákveður fyrir mann? Við þurfum að taka margar ákvarðanir á hverjum degi og þær geta verið miserfiðar. Til dæmis, hvað á ég að borða? Hvaða mynd á ég að horfa á? Og í hvaða fötum á ég að vera í? Sameiginlegar ákvarðanir, stórar ákvarðanir og skyndi ákvarðanir. Það vill svo til, Óskar minn, að við erum lausnamiðaðir vandræða gemsar og við ákváðum það. En hvernig leysum við þessi vandamáli? Finnum ákvörðuna í þessum þætti. Já, við erum að finna einhverja ákvörðun og við ákveðum það ekkert, sko. Nei, það er ekki svo leiðis. Ég veit það ekki. Ég er ekki nógu ákveðin, sko. Já, það ekki. Nei. En sko, það eru margar ákvarðanir sem það stundum að tækla á hverjum degi. Jú. Og það geta vera, þó að eins og ég nefndi þarna, hvað á að vera í matinn. Já. Mér finnst það vera ein erfiðasta ákvörðun dagsins. Hvað á ég að borða? Hún er mjög erfið, sko, en þess vegna er oft gott að búið til svona matarlista yfir vikuna. Já. Þá eiginlega leysist það vandamál, nema eins og í dag með mig, þá við vorum búin að ákveða að fá okkur grjónagraut, en síðan hljómaði Kenny bara miklu betur. Já. Þannig nú er grjónagrautur tilbúin í dollum heima. Já. Og það er verið bara étnar á morgun. Já. Já, það er alveg, sko, mér finnst það alveg sniðugt. Ég hef reynt þetta að gera matarplan yfir vikuna. Það krefst skipulag, sko. Og það krefst skipulag og það krefst líka bara, maður þarf svolítið að standast við þetta. Já, þú getur ekki, gert matarplan, bara mánudagur, fiskur, þriðjudagur, þetta, kaupa síðan all hráefni fyrir þetta og svo bara, fáum okkur Kenny, fáum okkur Dominos, þriðjudagstilbóð Dominos, það er miðvikudagstilbóð á Spaðanum og kjúklingurinn er miklaður, fáum okkur bara Kenny í staðinn. Förum bara að gera þetta. Þannig að maður þarf svolítið að stick to it. Þetta er commitment, sko. En hvernig, þið setjist þið saman og ákveðið hvað þú er í matinn? Já. Hins vegar Helga er miklu betri heldur en ég. Já. Því að hún bara, ég var að pæla kannski á mánudaginn hafa fisk, svo kannski á þriðjudaginn bara grillað svín eða eitthvað. Já. Og svo spyrir hún bara, hvað langar þig á mánudaginn? Nei, miðvikudaginn. Og ég bara, pulsu. Eitthvað. Já. Og það ég einhvern veginn, ég næ ekki að hugsa eitthvað svona framandi, já. Eins og bara eitthvað heimagert salsa og heimagert guacamole og grilla rækjur og eitthvað. Já. Það er svo flókið, skilur við. Það er flókið. Já. Það er flókið. Já. Ég er mitt, sko, Gunnur spurði mig bara rétt á þannig að ég fórum að taka upp, bara hvað var bara í kvöldmatinn. Já. Og ég bara, þetta ekki. Og þetta lendum við bara svo oft í og ég hef mér sér reynd að við reyndum einu sinni að skipla okkur svona. Það mitt fór bara í svona vaskin eins og ég sagði þér bara að við nefndum og bara þreytt þetta vinnu og bara fórum í stuði að elda og svoleiðis. Já. Af því að maður þarf að elda matinn. Já. Það er ekki nóg að kaupa hann. Nei. Það er svona þetta líka með sniðut þarna. Eldum rétt, já. Það er náttúrulega ákveðin bara mjög góð laust varðandi þetta vandamál. Já. Það var allan að þú þarft að elda matinn, en það kemur allt svona í svona, já, bara þarft ekki að pæla. Já, og það er ekkert að pæla, bara tilbúið.
nam nam. En við gerðum það einu sinni held ég tvisvar en það er alltaf kjúklingur og kærasta mín má ekki borða kjúkling Já, hún svoleiðis. er ofnæmi fyrir kjúkling Ok, og verður bara veik já, en stundum fær hún sér kjúkling þá er bara, ok, ég get borðað kannski smá en ekki guffað í sig já. þannig að það er svolítið listin minkar rosalega mikið þegar kjúklingurinn er tekin út Já, svolítið mikið Já. Og þetta er náttúrulega basic bara kjöt, fiskur, kjúklingur og svo Já. alls konar réttir í kringu það og náttúrulega þetta hættinga kjöti til afsakið Já. en já, við einmitt borðum mikið kjúkling sko heima á okkur það er svo auðvelt Já, líka þetta er svona millivögur en maður vill ekki fisk sko Já, passar líka við svo margt Já, kjúklinga taco kjúklingatakó Við notum svolítið mikið í taco sko Ég hef gert fiskitakó Já, Það var hrikalegt var það hugalegt Hrikalegt Vá, Ég, hvernig er fiskur? Eða þú veist, hvað? Það var held ég þorskur og ég eldaði hann upp úr salsa Ok, ég seti bara í eldfast mót salsasósu inn í opn og svo bara út úr opninum og guacamole og fisk smá svona shit með kálhjá Já. og bara í vefju og það þetta var svona fisk í burrito rauninni en já, það var bara mjög gott Það hljómar ekki illa sko og ég meina að það virkar það virkar Við einmitt ef við notum fisk þá er það rækjur sko í svona tortilla já. en já, ég þarf að pröfa þetta hljómar vel sko En til að runni að gera langa sögu stutta Já, þá er bara eldum rétt hins Já. vegar, sko, mér finnst vanta svona, hvað ég segja stundum líka ákveða veitingastað skilurðu, Já. eða skyndibitastað eða eitthvað svona, eitthvað óholt það finnst mér að vanta svona rúlettuhjól já, bara eitthvað bara hvað á ég borða út svo bara það var enda skemmtilegt tvist að setja það bara á alla veitingastæði yfir já, bara eins og pilsvagnin, bara hvað á ég það var Selfossi, já, bara hvað á ég að fá mér og þú bara snýrði því fyrir utan bara og bara, já, píta með buffi já nákvæmlega. og svo er kannski þetta er bara eins og hérna lukkuhjólið á börunum skilur Já. þú getur unnið fjölskyldu tilboð en þú getur líka bara fengið pulsu með öllu Já, skilur og og bara borga 1000 kall eða eitthvað já, bara segja það Ha? bara borgar 1000 kall og svo bara með hitt var miklu betra Ja. bara, já og bara að pulsa Já, þú mátt ekki einu sinni velja hvað er á pulsinu nei, bara, það er bara alltaf bara pulsa með öllu já, nei, ok, fara kannski að velja hvað er á pulsunni en ég væri samt til í að hafa veitingastæðina Já. bara fyrir mig, af því að ég bara verðum bara svona overwhelmed já, það er oft þannig sko já, og það er oft, það hjálpar ekki ákvörðuna tökunni Nei. að vera svona yfirþyrmandi mikið af veitingastöðum Séðan einhvern veginn er maður vanur einhverju og enda bara á að fá sér það sama og svona já, Það það er er sko ok, ég á svona go to staði Já. en núna hefur go to staður minn bara bröðust mér sko, skilur Er það ónefndur staður? það er bara, já, hann er bara bröðu bara, núna bara fer ég ekkert að dranga sko. Ég held ég veit ekki hvað að tala um að einhverju ástæðu Búið til samlókuður eða? Nei, svona frekar svona vefjur svona þannig já, en við tölum ekkert með það Nei, en Óskar, þú skrifar heita ritgerð ég var svo stressaður já, ég veit ég var heima bara ákvarðanir hvernig við tala um ákvarðanir spjallaði þig bara og þú gerir þetta og þetta og ég bara, já, ok svo var ég bara eitthvað, ákvarðanir gat ekki ákveðið mig skýrur en já, það endaði með því að ég skrifaði helling hvað ég var að tala um? byrja bara á byrjunni, hvað, þú veist Við skulum byrja á að hugsa um þetta að lífið okkar snýst alfarið val og ákvarðanir nákvæmlega og það eru stórar ákvarðanir Selfoss nei, það þarf ekki að lesa alveg upp af blaðinu Nei. já, ég er bara að gera erfitt fyrir sko. þú ert að Ég var að tala um
svona Er þetta bara punktar hjá þér? Er þetta bara þetta minnispunktar? eru punktar og þetta er alls konar sko. Eigum við að tala Þú þarft ekki að lesa alla minnispunktana. nei. Viltu, Þetta er minnis. er þetta minnis? Já. Ég man aldrei neitt sko. Þess... Þess vegna er ég með blatið Óskar! Hei Það var klippa þetta út. sko. Ha? Þú mér sko bara klippa þetta út. Já? Já. Þetta er bara, þetta er léðalt content. Sko. Æ. Hérna að ákveða í hvaða töluleika að fara í. Já. Mér finnst það oft erfitt sko. Herri, við lendi í því. Já. Bara daginn. Ég bara var að leika með Jóni, vinn okkar. Var að leika við hann og ég bara, hann bara, hvað langar að spila? Ég bara, veit það ekki. Ég veit það ekki, ég vil langar ekki að spila hann. Þannig að við eittum svona, hvað ég segja, smá tíma. Fundum nýjan leik. Það er alltaf gaman. Já, fundum nýjan leik sem er þetta bara að vara tilbúði þannig að við keyptum hann og þetta er svona veiðikallaleikur. Já. Já, við erum að elda dádýr og rekja sporin og þetta er bara svona casual fun. Já. Og svo bara skýtur maður dýrið og þarf að hlaupa eftir dýrinu og svoleiðis. Sker maður það upp og eldar það og eitthvað svoleiðis? Nei. Það er ekki allir þangað. Þú ert bara að raunni að safna, hvað ég segja, þetta er svolítið, þú ert bara að safna dýrum, skilur. Já. Og það er náttúrulega, sum dýr eru, sko, hvað ég segja, eru verðmættari. Já, ég skilur. Og þannig. Ég held að það var strega veiðileikur þá ég held að það vera bara eitthvað 2 kallar í báta að veiða. Já, ég hef spilað þannig líka. Já, er það gaman? Það er ógeðslega gaman. Já, ok. Ég tók einu 2 vikur þar sem ég var bara alltaf eftir vinnu, bara fór ég að veiða. Já, svoleiðis, bara upp í stofu bara. Rosa kósi. Jú. Nice. Ég myndi ásvöldið með að velja töluleikistunum. Ég er rosalega mikill gamer, eins og nánir vita. Og þrátt fyrir það, þá einhvern veginn stundum kem ég heim, borða, fer í sturtu, allt þetta dæmi. Sest fyrir svona töluna. Svo einhvern veginn bara horfi ég á allan listan af leikinu sem ég á og ég bara veit ekki hvað að spila sko. Svo fer ég kannski í eitt leik svo eftir 5 mínútur þá bara nei þess ekki. Já. Og held áfram og svo er ég bara týndur og enda á að hanga á YouTube þannig að ég fer að sofa. Já, það er svo sem, það er líka alltaf leið. Já, það er lausn. Það er ef þú veist ekki hvað að spila farðu að gera eitthvað alltaf. Já, farðu bara að gera farðu út í göngutúr þá veist að þið langar ekkert að spila tölvuleik. Það hlýtur að vera svoleiðis. Ég held það. Já. En sko ég ætla aðeins aftur ég fara í matinn. Já. Ég var að muna eitt sem ég átti til með að gera einu sinni. Þegar ég átti erfitt með ákveða hvað það var í matinn og ég sagði Gunni bara ok, ég skal bara núna bara ráða alfarið hvað er í matinn. Og já, bara flott og ég bara ok, en ég hringdi alltaf í vin spurði, hvað á ég að elda í kvöld? Hún bara elda á lasagna og ég ok. Það er þetta geggjuð hugmynd. Þannig að hann ákvað fyrir mig og þá gæti ég einhvern veginn alltaf þetta er svona að setja ábyrðina yfir á annan. Á einhvern annan, já. Það er einhvern veginn í mínu eðli eða eitthvað, ég veit ekki. Það er að bara, þá líður mér bara betur og get ég bara Bjevítans, hann valdi vittlust eða hann valdi, akkur valdi hann þetta bara, sorry, bara Stefán vildi bara ég myndi elda lasagna í kvöld. Já, bara svona. En stórar ákvarðanir. Já. Hvað er stærsta ákvörðun, Óskar, sem þú hefur tekið? Ég held að það hafi verið að geta stelgu, sko. Já, hvernig æxlaðist svo ákvörðun? Hvað var til þess að gera þetta, skilur? Já. Það mun hljóma rosalega væmið og kannski nokkrir að fá græna búlur á rassinu og fá gæsa á það eitthvað. Ég veit það ekki, sko. En ég var svona á Kanari með fóreldrum mínum og Helga var bara heima. Þetta mörg á síðan. Já. Og ég var bara eitthvað, ég lá svona andvaka upp í rúmi bara og var eitthvað að horfa út og sjá pálmatrén og stjörnurnar og eitthvað. Og kósi svona í sjónum og eitthvað, rosa kósi. Og heyrði bara Helga. Já. Helga. Og svo var ég skítræður. Já. Út að og ég bara, ég elska hana og ég vil vera með henni alltaf. Já. Og þá þróast það í að ég fór út alla eigi að leita hring og Ylvatn líka sem henni langaði í og ég fann hring en ekki Ylvatn. Ég fór alla eigina
og ég fann ekki þetta heilvatn. Nútbæri Hanna, vá, hvernig manni ég þetta ennþá. En þannig var það sko. Og svo náttúrulega bara svo tókstu bara skrefið. Já, á ég að fara út í, já, förum í þá sögu líka. Við fórum saman út í bústað. Já. Og það var alltaf kafið í snjó, við gátum ekki fara með bílinn alla leið út að það var bara skaflar út allt. Þannig við vorum að klöngrast með einhver töskur yfir svona skafla og dótari og rendi blöyt og allt kalt og eitthvað og svo svo dastu bara Óskar, hvað sagðirðu? það finna að það gerðist næstu í svona. Já, það ég segi að ég tók giftingarhringinn, sett hann í svona skjóða. Hvað varst búin að eiga hann lengi? Ég má spyrja. Ekki það lengi, nokkra mánuði, 2 og 3 eða eitthvað, eitthvað svo leys. Og ég var búin að plana þetta svo mikið, ég ætla að hún átti að finna hann sko. Já, þetta var bara eins og svona páskarnir svona. Já, eða sko varstu með allar að gera fjársjóðskort eða hvað? Eða þetta var í töskunni hennar, ég laumaði hringum í hennar tösku skilja. Og hún vissi ekkert að því og svona. Og planið var að sko ég væri kannski bara eitthvað grilla úti og eitthvað og næs eitthvað. Já. Og hún myndi svo bara sjá hringin bara, hei, hvað er þetta? Og þá myndi ég bara, viltu ekki þess mér? Eitthvað, þannig að dæmi skilur. Já. En, ok, það var allt á kafi snjó. Ok. Og, þú veist, við fórum bara basically beint að sofa. Og það vorum við yfir í viku eða helgi eða eitthvað. Og svo vöknum við daginn eftir. Og ég ætla bara að moka í kringum alltaf bústæðin. Og þetta er svona frosin ís, bara ég þarf að bara brjóta og bramla og allt þetta dæmi. Ok. Og svo var ég eitthvað út að móka, alveg bara kósveittur, bara búin að vera að því 2-3 klukkutíma eitthvað og ég bara, shit eitthvað. Já. Og svo kemur Helga bara, Óskar, viltu koma hérna eins og skott? Og ég bara, já, ok. Og svo er hún bara með öskina bara, hvað er þetta? Og ég bara, já, viltu giftast mér eða? Ég var að spá við erum búin að vera saman þú getur það með? Já, því að ég var ekki tilbúin því að þetta var ekki planið. Ég ætla ekki að vera kósveittur. Já, hún reyndar skemmti planið. Já, svona nokkur neginn, þetta átti að vera að geta róm og þú veist, svona tónlist í gangi og maturinn geðigur og allt svona frábært. Já. Og þá er hún bara, hvað er þetta? Og þá átti að vera, þannig ég fór ekki einu svona hnén, ég var bara, viltu giftast mér eða? Já, og hún sagði já. Já, hún sagði svona svona. Já, að það? Já, var hún ekki viss? Þetta náttúrulega var svo mikið sjokk. Sko, já, fyrir ekki mjög skemmtileg saga. Ég verði aukina, þetta er bara mjög krútó. Þetta er úrslega fyndið sko. En hún, sko, þetta er einmitt dæmið. Þú tekur hérna stóra ákvörðun. Já. En hún er að taka ennþá stærri ákvörðun, sko. Á stöðnum tíma? Já, hún er að taka svona skyndi ákvörðun. Wow. Pældi því? Já. Ég var bara pældi því núna. Hún þarf að ákveða on the spot hvort að hún vill giftast þér eða ekki. Það er rosa pressa maður. Það er pressa. Já. Og náttúrulega núna þér fyrst að hafa gett rétt ákvörðun, skilur við. Algjörlega. Og maður gerir stundum rangar ákvarðanir. Já. En maður var samt ekki að horfa þá að held ég þannig. Nei, bara í rauninni þetta er klassísk setning, læra mistökunum bara. Já, nákvæmlega. Þannig að bara, ef ég einhvern myndi spyrja mig, vilt þú giftast mér? Ef einhvern myndi spyrja, já og samt sko núna svo var að hugsa bara, verði ég að gera rétt eða? Já. Er hún alveg viss? Já. En þetta er alveg stór ákvörðun. Þetta er í þessu ákvörðun sko. Og talandi stórar ákvarðanir, þá hefur Ísland-Pólland gert stóra ákvörðun með að styrkja þáttin okkar. Nákvæmlega. Og er styrktaraðili þáttarins. Já. Og eru bara æðisleg fyrir að taka þá ákvörðun. Já, ég er rosalega þakkláttur fyrir að þau tóku þessu ákvörðun fyrir okkur, fyrir nokkur síðan. Þannig að ég er bara að taka þesslega fyrir að styrkja þennan þátt og gera okkur að það sem við erum. Nákvæmlega. En sko, ég hef tekið Jú, ég alveg tekið stórar ákvarðanir en hvað þetta er hvað er stór ákvarðun? Til dæmis er það svona að það breytir lífiðinu alveg til muna eða? Já, er það ekki? Ég held það er kannski ekki alltaf að vera þannig. Nei. En eins og
þið keyptu þessa íbúð. Já, Það er mjög stóra ákvörðun, sko. Já, það var gerð í mjög miklu flýti, það var svona skyndi ákvörðun. Já, ég held ekki bara þegar maður að kaupa fasteign þá á maður ekki að pæla of mikið í því. Nei, þú veist, það er alveg 100% og finnur alltaf eitthvað að, skilur. Já, Það er alltaf eitthvað, já, ég tók ekki eftir þessu, mér finnst þetta ljótt, þá var bara að gera að breyta því. algjörlega. Og sem betur fyrir hægt að breyta mörgu. Maður getur nefnilega breytt öllu Já, í raunni. og tekið, ef maður langar að breyta ákvörðun, þá getur maður selt íbúðuna og keypt aðra. Já, En það eru sumar ákvarðanir sem eru bara held ég permanent. permanent, Já, eins og bara taka fótinn, já. skilur við. En þá samt í rauninni þú getur fengið þér robotfót eða Já, svona gerfifót. já. Mér finnst að vanta svona rúlettihjól, svona aðstofa það. Það er svona, á ég, sko, það var það, gerði þú þetta aldrei? Það var hérna, svona, maður gæti ekki blóm, ég maður ekki blóm, svona Já. gullblóm með hvítum, Elska mig ekki. Nákvæmlega. Og nota það fyrir ákvörðunir. Já. Ég gerði það, sko. á ég fór til búð, Já, nei, já, nei, já. Svo, nei, kannski. Já, það var svolítið ótt þannig. En, já, Ég er nefnilega það er náttúrulega hellingur dóti á listaðina, en bottom lineið er að ef þú getur ekki ákveðið þá ferðu inn á síðu sem heitir easydecisionmaker.com ok, og þá getur bara spurt á ég að fór til búð og þú getur svona gert spurningu og svo svaramöguleika og svaramöguleikin geta bara verið öll svörin sem þú ert að búast við, bara á ég að fór til búð, já eða nei og þú bara spyrð og annarkvort kemur já eða nei já, og ef þú ert ekki ennþá viss ef þú ert ekki sáttur með svarið þá getur þú spurt aftur og ég gerði það, ég hugsaði ok, kannski ég bara ég gerði þetta sko, bara á ég að fara út að hreyfa mig og bara já eða nei og svo kom bara já og ég bara spyr aftur og þá kom nei og þá var ég bara ok, síðast að svarið og það bara third time's a charm dæmi já. þá ok, spyr ég einu sinni enn og hann sagði já og það var bara ok, þannig yfirlega spyr ég 3 svar sko, Já. bara svona Bara til að vera viss, já, til að svona reyna að beat the odds. já, En maður á, sko, það er til, núna vitna ég eins og allar bíómyndir. Já. Bíómyndin Yes Man, já, já maðurinn. Það er reyndar alveg ekkert svo galin hugmynd að segja já við öllu, skilur við. Já. Að vera duglegri og opnari að taka við verkefnum eða fara þangað og svoleiðis og hætta þessu introvert neikvæðinni og ég held að bara COVID hefur gert okkur meira að introvert, já, skilur við erum Alveg bara þægilega að vera bara ég er bara þægilega að vera heima, já, bara við erum bara inn í skilni því. já, Og maður þarf þetta að brjótast út og fara og gera eitthvað og núna er allt galopið, já, hins vegar bara allir skemmtistaðir, allt tróðið og allt svoleiðis. og það var með til sem það er bara heima Já, bara er ég heima, það er eitthvað svona allt tróðið hann inni. þú veist eins og einmitt í þessu útskiptapartíi þá, þetta var bara mjög gott partí sko, sér ákomum minna, þetta var bara hei, ég var að fara nýr bæ og maður bara svona Já, kannski, já. en einn daginn verið tilbúin að fara nýr bæ sko, Eitt daginn. eitt góðan við þetta Sko, það bara þarf að byrja fyrr, mér finnst það. Ég var að horfa á viðtali við ykkur dyraverði, bara allt byrja að gera hana, og bara eldur það vinna, bara lengra á kvöldina, og bara, ég er ekki að gera, þú veist, ég er ekki að segja dyraverði sem vittlusir, en ég vann sem dyraverður, Já. og ég skil þetta, og ég skildi aldrei af hverju Íslendingar þurfa að vera svona langt fram á nótt. Nei, við erum svolítið uník með það sko. Já, við erum bara ætlar að fara að sofa hana Auðmikið, já. og taka þá ákvörðun að vera lengur og svo ákvörðun er aldrei góð, Nei, svo vaknaðum við daginn eftir bara handónýtur. handónýtur og meðan þú kannst byrjað fyrr, fara kannski fengið og borða nýri bæ, þú veist, fengið nokkur glös þar, jafnvel farið bara vel blautur að borða, bara reynda að vera eða bara góð með þig, eða bara farið bara snemma, byrja bara eftir vinnu, skilur við, Já. fara svo bara nýri bæ Algjörlega. og taka þá skynsamlegri ákvörðun. Fara bara heim á minnati eða eitthvað svoleiðis. Já, en hvað, Óskar, hvað eru skynsamlegar ákvarðanir? Skilurðu?
maður hefur heyrt svona, já, þetta er ekkert skynsamlegt að gera þetta. Nei. Tja, Þú veist, er það ekki bara samfélagi sem ákveður það hvað er skynsamlegt og hvað er ekki, eða? jú, eins og í dag, þá finnst mér alveg skynsalegt að fara snemma heim Já. og fara að lúlla, Já, sofa í sína 8 tíma og vakna svo daginn eftir. já, Skynsamlegar ákvarðanir. Ég á erfitt með að taka svoleiðis, eins og á ég að kaupa töluleik? Já, þá það er bara svoleiðis. já, en það er ekkert skynsamlegt. Það er ekkert skynsalegt, maður getur gert margt við 10 skall. 10 skall, já, það getur gert margt og getur lagt hann til hlýðar og getur farið að fjárfesta í tölvuleik. Já. En Fjárfesti í einhvers konar leikja fyrirtæki, já, leyfa þeim að gera eitthvað. I já, don't know. þú veist, þetta er sko, ég held bara að hver og einn þarf bara að meta hvort sem skynsamlegt eða ekki. Já, ég er endur alveg farin að vera svona farin að hugsa bara, ég get beðið eftir afslætti. Já, 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 ég þarf ekki að fá þetta akkurat núna. nei, ég get beðið. Eins og fyrir þá sem ekki vita, það er að koma ný útgáfa Nintendo Switch Já, og þegar ég sá hana fyrst, þá er ég bara, Helga, ég verð að kaupa þetta núna bara. já, Svona já, bara trilltis. Já, Síðan einmitt bara stoppaði ég bara, nei, ég þarf hann ekki. nei, Ég á Switch nú þegar. já. Þannig já. Þú veist, það er alveg óþarfi fyrir að kaupa hana, Já. Hvað með þig? Hefur þú tekið einhverjar skynsamlegar ákvarðanir nýlega? Skynsamlegar? Nei, ég tek nú ekkert skynsamlegar ákvarðanir. Nei, maður er ekkert eitthvað góður í því, sko. Nei, ég þykist að þetta sé skynsamlegt. Já. Að þú þarft potið á þessum stóla halda. Ég þarf nýjan stól, sko. Ég var til að fá svona stól sem svona snúningstól. Þurfum svona skrifstofustóla, sko. Já, það má skoða það. Já, það er skynsamlegt. Það er skynsamlegt. Það er skynsamlega ákvarðan. Það er mjög skynsamlegt. Þá get ég bara Já. En það er náttúrulega til veist, marga skyndi ákvarðanir. Þær eru helst oftast óskynsamlegar. Já. Af því að maður er að taka ákvörðin bara bam. Já. Já. Og veist, á ég að skjóta hann eða ekki, skilur við. Já, það þarf að ákveða í skyndi, sko. Það er að ákveða í skyndi. Já. En ég hef skyndi ákvarðanir eins og að kaupa eitthvað. Já. Sem ég sé svo hrikalega eftir. Eins og skyndibiti. Eins og skyndibiti. Eins og risastór twister. Já, það var skyndi ákvörðin hjá þér. Já. Hún var bara skyndilega villus. Þegar ég var hálna með twisterinn, þá var ég orðin ógeðslega sattur og ég bara, ég verð að klára þetta. Og svo kláraði þetta og svo bara, ég er að jafna mig fyrst núna, sko. Já, það. Já. Ég er bara búin að vera að deyma hannum. Sko, ég hef alveg keypt hluti sem ég átti ekkert að kaupa, sko. Já, eins og hvað? Ég mannaði ekki einu sinni. Nei, það er oft þannig, sko. Bara skyndibitin sem við borðum í grunnskóla, veist, í Björkinni, sjoppinu þar. Ég skil ekkert af hverju ég var að því. Foreldrar mínu voru að borga í mötuneyti meðan ég fór í Björk að koma mér hambúrgara. Þeir voru samt nú ágættir, ha? Þeir voru alveg góðir og alveg gaman, það var fun, skilur við. Og var þetta samt ekki oft, eða var, þú veist, vondur matur. Það er eiginlega svipað logic bara í vinnunni í dag, sko. Þá stundum við erum að borga í matinn og allt það dæmi, en stundum bara mjög ógeðslega vondur sleipilegur gamall fiskur eða eitthvað. Þá hljómar hvað sé aðeins betur. Já, ég skil það. En þetta er ekkert góðar ákvarðanir, skilur við. Nei, maður á að bara, maður missir líka frítíman sem maður hefur. Já, þú ert að labba þangað, versla þetta og svo ert að bíða til matnum og svo er tíminn byrjaður eða vinnan byrjuð og þú ert að vera guffi í þig einhverju úgeði og hana og þannig að sko, ég hugsa mér bara hvað hef ég geta keypt mér margt annað, sko. En maður á ekki að dvelja þar. Nei, ekki heldur, sko. Maður á eiginlega ekki að sjá eftir einhverju sem maður gerði. Nei. Þó að maður gera það vísu. Og ég hugsa oft, hvað ætlum maður myndi spara mikið pening á mánuði ef maður myndi sleppa því að kaupa skyndibita. Örugglega 20 skall eitthvað, sko. Nei, maður á ekki að hugsa svona. Nei. Já, gaman. En sko, við, Óskar, við erum með nokkrar ákvarðanir sem við erum að taka með 2 loðana. Já. Við erum til dæmis að fara í smá sumafrí. Já, við ætlum að fara í smá sumafrí. Þetta er 40. þátturinn okkar. Þetta er nefnilega þáttur 40, ekki síðasti. Nei, ég held það. Já.
Ég náttúrulega var í einhverju rugli þá sko. Já, við Við erum í sumafrí. já, ég held að það sé tímabært að taka 5 sekundar þögn í spástund. Akkur? Bara fólk þarf að Nei. meðtaka dagins. Nei. Já, byrja þess. Já, búið. Ok, Já. og já, við erum að fara í sumafrí, sannlega í bara mánuð, Já, eitthvað svoleiðis. eitthvað svo les. Og við ætlum samt að vera vakandi með veður, þegar það verður gott veður einhvern tímann á þessum mánuði, þá, Já, það kemur bara allt í ljós. já, nákvæmlega. Þá, já. Og við erum búin að taka þá ákvörðin að fara í smá sumafrí. Já. Eigum það skilið. Við eigum það svo sannlega skilið. Og hann er bara, það er held ég bara mjög skynsamlega ákvörðin. Ég held það, svo að þið fáum ekki leið á þessu, svo að við fáum ekki leið á þessu og bara svo öllum líði vel. Við erum nákvæmlega. Það er enginn að hlusta á podcast á sumrin, sko. Já, það er, jú, Ég er enda að gera það, jú. Já, ég gera það líka, ég gera alltaf í vinnunni. Já, það er mjög næs. En það er náttúrulega, ég veit ekki hverju, mér fannst bara tímabært að koma á þessa ákvörðin. Já, fínt að rífa plásturna af, sko. Já. En, sko, Óskar. Já. Við ætlum að taka fleiri ákvarðanir síðan setna mér. Já. Við erum alltaf að taka ákvarðanir á hverjum degi. Já, nánast. Og hvernig auðveldum við ákvarðanatöku? Já, tja, náttúrulega easydecisionmaking.com. Já, notar það reglulega? Það er svona last resort, ef ég bara virkilega get ekki ákveðið eitthvað, Já. þá fer ég inn á þá síðu, sko. Já, ég var eins og alltaf með tíkall á mér eða norsk, Já, svona, já, ég var með norska krónu eða 10 krónur eða eitthvað já, sem ég geymdi alltaf og þetta, ég held að það var happa króna mín en týndir henni. gerði ekkert, nei ég átti hana í alveg í 10 ár Já, ok. Vel gert. og og það notað það sem svona decision maker og það, maður kastaði svona 30 sinni bara, já, einan er ekkert sko. Nei, já, það er einmitt svolítið þannig. Stundum lætur maður einhvern taka ákvæmna fyrir sig og svo er maður samt einhvern bara, næ. Já, stundum, sko, þó að það er oft eins og eitthvað svona dæmi sem segir manni eins og bara á ég að fara út að labba, já eða nei, bara já eða nei spurning fyrir sjálf á mig. Ég kastaði upp á pening, bara segja að skjaldmerki sé já og hitt fiskurinn sé nei. Ég kastaði ég fæ já. Já. Og ég bara nei ekki. Það er eftir búin að taka ákvörðuna eða ómeðvitað, skilur við. Já, þetta er svolítið fyndið því að bara með það sem við erum búin að segja núna svo far, þá bara ef þetta er slæm ákvörðun, þá yfirleitt viljum við taka hana. Eða svona eins og á ég að fá mig skyndibita? Já. Á ég að hreyfa mig? Nei. Sko, samt ekki. Stundum fæ ég alveg þörf fyrir að hreyfa mig, skilur við. Já. Og maður á að gera það, sko. Ég hreyfi mig ógeðslega mikið í vinnunni og stundum bara með skyndibita, það er bara til að stytta sér tíma. Þetta snýst líka allt um tíma. Já, maður vill spara tíman, sko. Maður vill nýta tíman í eitthvað margt annað. Ég fæ enga ánægju. Mér finnst ekkert gaman að elda. Ég er ekkert bara, stundum finn ég ánægjuna ég elda. Stundum langar mig að elda gúrmi mat. Já. En stundum ég bara hef ekki áhuga á því. Nei. Mér finnst oft ógeðslega gaman að grilla. Já. Mér finnst gaman að baka og mér finnst gaman að grilla. Mér finnst ekki gaman að elda. Já. En ég skil hvað að meina, sko. Já. Og maður einmitt nennir ekki að gera þetta alltaf og eins og með mig, ég er á frábæru vinnustað en við vinnum alltaf lengi og þegar maður er loksins komin heim þá er einhverja svo lítill tími eftir og þá einmitt nennir maður eiginlega bara ekkert að vera standi í þessu. Nei. Og pantar einmitt einhvern mat eða eitthvað svo leiðis. Nákvæmlega. En þetta er bara, maður þarf ofta að hugsa og maður þarf að velja og hafna og það er bara ákvörðin er það. Já. Og sko bílar. Alltaf að vera tröfla. Já. En sko, hvað heldur þú, Óskar? Ef þú myndir, hvað er næsta stærsta ákvörðinu þín? Hjá mér? Já, hvað heldur að það sé? Sko, ég er búin að vera að pæla svolítið mikið í tvennu. Já. Það er hvort ég eigi að fara í tónlistaskóla. Já. Ég náttúrulega góður í tónlist. Já. Og að koma mér áfram í tónlist í gegnum skóla er bara góð hugmynd. Síðan hef ég verið að pæla hvort ég eigi bara að drífa mig í því að klára stúdentinn. Það er mjög góð ákvörðun, held ég. Og ég er einhvern veginn þar núna, sko. Já. Hvað með þig? Sko, ég er ekki meðninnar eitthvað
eitthvað rosalega stór plön. Nei, Ég er bara, held ég, núna í einhverju limbo state þar sem að það er engin ákvörðin að vera tekin eitthvað svo stór. nei, Þannig að ég er ekki að taka einhverja stóra lífstilsbreytingar eða eitthvað svoleiðis. Nei. En það er alltaf gott að hafa, ég er með að vinna í þessu leyndamáli mínu, ég held að það sé svona ákvörðin sem ég tók sem gæti haft einhver áhrif. já, það verið gaman. Og hefur áhrif á minn tíma og svoleiðis. En þetta er mikið ákvörðanatökur sem það þarf ofta að hugsa. Nei, mitt. En ég talaði með það í sögunum minni í bettinu mínu. Já. Föt. Já, Hvernig ert þú góður að ákveða hvað þú átt að fara í? já, ég myndi segja það. Yfirleitt, það er samt oft svo basic og ég veit ekki hvort það sé PC að segja þetta í dag, en mér finnst oft eins og strákar í auðveldara með að finna einhver föt eins og fyrir partí og alls konar svoleiðis. Hvað heldur komast upp með meira? Já, þú veist eins og Getur alveg þessum bara farið í bara ból í partí, Já. ból og blazer, já, nákvæmlega, gallabuxur. já, það vartu bara orðin solid. Já. Stelpur hvernig ég hef upplifað þetta, þá vilja þær oft gera sig mjög fínar og sætar sem Já. er bara gaman, skýrur, Já, og ég skilja, ég er alveg þannig sjálfur, já. en ég er komin í eitthvað hotnina, ég er bara að segja að mér finnst það auðvildara, held ég, sem strákur. Ég er alveg sammálaður, ég held að það sé auðvitað fyrir okkur að ákveða, en síðan er þetta bara, held ég, bara æfing Já, og hvað þú ert ánægð með. já, ég náttúrulega eins og ég er búin að segja áður, ég dýrka að vera í jakkafötum, Já, mér finnst það bara æðislegt, ég fíla mig mjög mikið í jakkafötum Já. og það er alltaf rosalega solid. Það er náttúrulega málum, við eiginlega kallmenn erum hálf leiðilegir, við eiginlega bara, já, við erum fara út, ok, suit, búið. já. Eða skyrta, gallabuxur, blazer, Já, bólur, blazer, Já. blazer. Þú veist bara bera ofan blazer, það virkar líka, sko. já, og svo leikiheitingur, þá basically er ég í þeim fötum núna, Já. bólur og stuðbuxur Já. og bíó, þá er reyndar alveg pínu kósi bara. Já. Mér finnst mjög, bara ég ætla að gera grína því, mér finnst mjög fyndið þegar ég sé fólk vera bara einmitt í suits og kjólum í bíó. Já. Ég finnst það mjög fyndið. Nema, þú veist, þau getur verið að koma úr einhverju deiti, þú veist, út að Já. borða eða er að fara á ársatíð eða what er. Já, og ég myndi ekki að fara á bíó fyrir ársátíð. það er skrítin ákvörðin. Bara hei, Það er mjög skrítin ákvörðin. eiga að fara í bíó klukkan 4. Við erum bara í ársátíð klukkan 8. Ég var að ná hérna myndinni Big Mama's House 2. Og Það er náttúrulega háklassa mynd. það er geggjum minn. Það er ekki mynd. En þetta snýst allt það er engin, ég get alveg sett það er til rangar, það er til slæmar ákvarðanir líka. Eins og skyndibiti. Alltaf koma því. Eins og bara skyndibiti eða sérstaklega bara, svo er bara vondar ákvarðanir sem þú átt ekkert að gera, skilur þú veist, eins og að brjóta á einhverjum eða meiða einhvern eða særa einhvern eða auðvitað þarf maður að særa, það kemur alveg fyrir. Já. Maður þarf að særa einhvern. Það er þessum að ríða plásturinn. Já, en ef leið þú ert að fara yfir mörk annara einstaklinga, Já, það má ekki. það má alls ekki. Eins og Það banna. brjóta einhverjum eða stela eða Já, þetta er allt ákvarðanir. þetta eru vondar ákvarðanir. Slæmar, já. Þetta eru vond, Hræðilegar. hræðalegar. Síðan líka, já, bara ef við skiptum algjörlega gýr, sko, Já, bara hvað að fá sér í bragðarefin, það finnst mér að vera mjög erfið ákvörðun. ég er bara með go to þar. Já, er það? Já, Þar myndi rúlletta virkilega koma sér vel. já. Vá, þetta eru góðar hugmyndir. Það ætti bara að vera svona bara annarkvort úr rúlletta, bara eitthvað blanda eða eitthvað, eða bara á veitingastöðum, bara fleiri að pikka þetta upp, að fá að snúa einhverju matarhjóli. Við þurfum eiginlega að fara að trademarketa, sko, áður en einhver annan gera. Já. En það sem ég fæ mér bræðari, það er karamellu dífa. Ok, Stundum fæ ég mér jarðabör karameldýra, já. og Jarðarber. svo kókosbólu. Karameldýra, jarðabör og kókusbúla. Eða eitthvað svona
eitthvað dæmkurl eða eitthvað svona, eða nóa kropp líka. Það er hljóma geggja sko. Ég er svolítið í mitt go-to er Mars, þristur og kökudeg. Já. Það er super solid sko. Stundum breyti ég til og fæ mér kökudeg, Mars og Oreo. Já. Eins það heldur nett. Já. Síðan sko einu sinni var ég með trilltur. Já. Ég var brjálaður og fólki var bara wow, ætlar að gera þetta bara. Afsakið. Já, hvað ætlar að gera? Og þá sagði ég ætla að fá, það er nefnilega 3 tegundir af kökudegi og ég ætla að fá öll kökudegin. Já, var hún bara nei, Já, nei, hún bara, hann er bara þessi maður klikkaði. hann bara þessi þarf að fara bara ringið á Sjúkrabíl, bara. geðdeildina, skilur þú veist, það er maður að koma til ykkar. Þessi maður er það. Hann er fór sér 3 tegundir af kökudegi. Já. Og Það fóru lúðrandi ekki konfetti. já, það var akkurat þannig. Það ekki. Jú. Það er bara, þessi maður færi sér 3 og bara frétta, stöð 2 fréttir og, Já, já. og rúf og allir bara, ert þú maður sem færi 3 tegundir af kökudegi? Þú bara, já, það er ég. Það er ég, það er hvað ég sagði. Ég vildi bara pröfa eitthvað nýtt. Ég bara vildi bara, þetta er bara tilraun, skilur. Já, það er bara nákvæmlega. Og, Nú er skömmin. hvað finnst þetta? Býtum við, what? Já, þetta er búið. Þetta er búið. Við erum komin að leikslokum hér í ákvörðum tökum. það verðist vera. Við erum í bóði Ísland-Pólland.is og viljum þakka þeim kærlega fyrir samstarf okkur. Það er ekki búið, við erum ennþá í bóði þeim, við erum bóðið um líka næst. Já, við komum aftur sko. Við erum að fara í sumarfrí. Já, nákvæmlega. Sumarið er tíminn. Sumarið er tíminn. Já. En Óskar, Já, ég held að ég hef bara ákveðið að slúta á þeim. þú ákvaðst bara. Slúta bara Þættinum. fara í sumarfrí sko. Já. Bara til hamingju með 40 þætti. Já, takk sömuleiðis og takk fyrir að standa með okkur. Nei, Að vera bara með okkur, bara að hlusta á okkur og vera menn. nákvæmlega. Þannig að, og til hamingju fyrir líka bara fyrir að hlusta á 40 Já. þætti. Já. Þú ert komin allaleg hingað og við erum ekki að fara að hætta. Ó nei. Símanúmer 7922225 ef að fólk vil hringja. Skilabóð. Já. Og það er bara, það fer beint í talón. Já. Þannig að það er ekki á okkur, ég er ekkert að fara að svara símanum. Halló. Við erum á TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Likeið, YouTube, já, þar eru við líka. 6 subscribers maður. Wow. Suss. Þetta segja Þetta segja það. Nei. En við erum að endilega followa deilið hvað sem er bara do you do. Látið ykkur bara líða vel. Takk. Takk fyrir okkur.